Til þess að kanna hvort að það sé munur á dregni launa karla og kvenna sem starfa við kjötvinnslu, þá framkvæmum við tilgátupróf fyrir dregni í 2 normaldreifðum þýðum og það er alltaf gott þegar maður byrjar á svona dæmi að skrifa bara upp hvaða upplýsingar fékk í gefnar. Hérna þurfum við reyndar ekki að nota þetta allt saman, en við fengum sem sagt gefið upp að það eru 20 konur og 20 karlar, sem sagt slembiúrtak. Meðal laun karlana eru 345.163, þannig hérna hef ég kallað hóp 1, það eru karlar, og hópur 2 eru konurnar, hér byrja ég að tala hóp 2. Og staðarfrávikið í karlahópnum er sem sagt 228.014 og tölurnar hérna fyrir kvennahópinn 380.634, 80.312. Og aftur passum við okkur á því, þetta er ekki mjög 1 og þetta er ekki mjög 2, að þetta eru meðaltöl úrtaksins. Við erum búin að taka 20 konur og 20 karla og reikna þetta út, og eins eru þetta ekki sigmur hérna heldur S, að þetta eru stærðir sem við reiknum út frá úrtaki. En við ætlum sem sagt að framkvæma tilgátupróf fyrir, segjum bara dreifni í 2 normaldreifðum þýðum. Normaldreifðum þýðum. Og skref númer 2, við ætlum að tilgreina gildið á alfa og það er gefið í dæminu að við höfum að nota alfa jafnt á 0,05. Skref númer 3, að þá ætlum við að skrifa upp tilgáturnar. Hlutlausa ástandi hér er að dregnin sé jöfn í þýðunum 2 og gagntilgátan er að munur sé á þýðunum. Prófstærðin, næstu að reikna gildið á prófstærðinni, þetta er F-próf og við notum stóra F hérna til að tákna gildið á prófstærðinni og það er S stóra M í öðru, S litla M í öðru. Það sem við þurfum að gera hér er hreinlega að við horfum á þessar tölur hérna, staðarfrávikinn og, dreifnina. Og við veljum, fengum við staðarfrávikinn hérna, en við notum svo dreifnina hérna. Við veljum það gildi sem er hærra og það verður SM í öðru. Þannig að í okkar tilviki hér eru það sem sagt staðarfráviki í karlahópnum. Þannig að S stóra M verður S1 og S litla M verður S2 af því þetta gildir hærra heldur en þetta hérna gildi. Svo við setjum hérna inn, þetta er þá 22.814 í öðru veldi því það er beðið hérna dreifnina. Deilt með 18.312 í öðru veldi. Og þetta er sama sem 1,55 sem er þá gildið á prófstærðinni. Við könnum svo, við þurfum að finna höfnunarsvæðið og við erum að vinna með F-dreifingu hérna. Og þessi F-dreifing, við flettum upp eftir 1 mínus alfa deilt með 2, þetta er tvíhliða próf og við horfum bara í hægri halan af því við erum búin að setja hærra gildið hérna í teljaran. Og svo frígráðurnar eru fjöldinn fyrirgefið í stærri hópnum, mínus 1, við erum ekki að plata, nei, mínus fyrirgefið komma fjöldinn í minni hópnum, mínus 1. Og við erum með 20 í hvorum hóp, svo að við erum að leita eftir F-gildi 0,975, 1 minus alfa deilt með 2, komma 29,29, 30 minus 1, 30 minus 1. Það var lítið M hérna fyrir ég. Svona. Það er nú stundum svo að við erum ekki með nákvæmlega þetta gildi hérna í F-töflunni. En ef við flettum bara myndum nota einhvers konar tölfræði hugbúnað til að reikna þetta út, fengjum við nákvæma gildi.
en ég náði bara í það næsta og þetta er svona sirka bát 2,509. Og það sem við gerum svo er að það er ágætt, veit heldur ekki alveg hvernig þessi F-dreifing lítur út með 29,29 frígráður, en ég veit að F0,975 er jafnt og 2,509. Nú þurfum við bara að kanna hvort að gildið á prófstærðinu okkar, sem er 1,55, falli hérna á höfnunarsvæðið. Höfnunarsvæðið er hér, þannig að við höfnum fyrir gildi sem eru stærri en 2,509. 1,55 er einhver staðar hér, segjum sem svo. Skalinn á þessu hjá mér er ekki alveg fullkominn. Svo við sjáum að gildið á prófstærðinu lendir ekki á höfnunarsvæðið. Og þá getum við að taka saman. Við getum ekki hafnað H0. Og höfum því ekki sýnt fram á að munur sé á dreifninni í þýðunum tveimur. Við getum ekki dregið neina ályktun út frá þessu af því að við getum ekki hafnað H0 og það þýðir hér sem sagt við höfum ekki náð að sýna fram á mun á dreifni í þessum tveimur þýðum.